감사합니다. 와우. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 31. maí. Það mikið sem gengur á eyjunni Fögru. Eldgos hófst í Sundhnúkagígaröðinni á Reykjanesi á miðvikudag og varnargarðarnir í kringum Grindavík héldu. Ég fæ hér Ármann Höskuldsson eldfjallafræðing til þess að ræða við mig og eftir það hvernig staðan lítur út þessa mundir, en flest bendir til þess að þessi atburður einn og sér sé að fjara út og vonandi að ekki verði meiri skakkaföll af völdum hans. En það í pólitíkinni sem að eldarnir loga líka. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, matvælaráðherra, hún hefur ákveðið að spila sama leik og Svandís Svavarsdóttir forverennar. Hún að eyðileggja möguleika Hvals HF á að stunda þá útgerð sem að lögum samkvæmt heimilt að gera. Hafrannsóknastofnun hefur gefið út veiðileyfi á Langreiði, ríflega 160 hvali í raun, en við vitum ekki alveg hvernig þetta endar. Flest bendir til þess að þessi vertíð sé á enda runnin áður hún hófst vegna þess að ráðherrann hefur dregið lappirnar í málinu. Hætt við að þetta muni valda ríkinu skaðabótaskyldu rétt eins og aðfarirnar í fyrra. En að máli málana. Á morgun göngum við til atkvæða eða á kjörstaði til þess að velja nýjan forseta Íslands. Það mjótt á mununum í öllum könnunum og flest bendir til þess að baráttan verði æsispennandi. Við ætlum að fylgjast með þessu hér auðvitað á mbl.is og á vettvangi Morgunblaðsins næstu sólarhringana, en í Spursmálum hér á eftir ætlum við að ræða við 3 valinkonuna einstaklinga kosningabaráttuna og hvernig þetta lítur út frá þeirra sjónarhorni. Þetta eru þau Andrés Jónsson, framkvæmdastjóri Góðra samskipta og almannatengill, Edda Hermannsdóttir, markaðsstjóri Íslandsbanka og Sindri Sindrason, fjölmiðlamaður sem hefur tekið hús á mörgum frambjóðendana síðustu vikurnar. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Frisco, 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 Frisco. Frisco, 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 Frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þeir njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Við gengum út frá því sem vísu í upphafi þessari viku að í dag myndum við aðeins að ræða forsetakosningarnar. Það væri mál málana, en þá lét móður jörð í sér heyra. Á miðvikudaginn síðasta fór að gjósa aftur á Reykjanesi. Ég fengið hingað til mín eldfjallafræðinginn og rannsóknarprófessorinn Ármann Höskuldsson og ætlum að fara aðeins yfir það hvernig þetta lítur út og hvers megi vænta á næstu vikum í ljósi þessara nýjustu atburða. Blessaður og sæll. Sælir. Það nú kannski ekki hægt að segja beint að þessar jarðhræringar sem við verðum vitni að núna hafi komið á óvart, en fólk var einhvern veginn með fókusinn á öðrum stöðum þrátt fyrir það? Já, náttúrulega kom kannski ekki óvart. Það náttúrulega stöðug þensla í hólfinu og það var alveg ljóst að það myndi gefa sig einhvern tímann. En það tók svolítinn tíma í þetta skiptið, þannig en ég held nú að menn voru náttúrulega alltaf með augun, vaktin upp á Veðurstofu náttúrulega alltaf með augun á skjálftunum og það svona helsti forboðinn. Þegar við erum komin í svona ástand þar sem það ljóst á löngum tímaskali ljóst að verður eitthvað eldgosum og þá verðum við bara treyst á jarðskjálftana til að láta okkur vita hvernig þetta kemur upp. Þeir eru fyrirboðin og síðan reyndar borholurnar í Svartsengi, þær eru líka vera ákveðin fyrirboðin. Já, þær hafa verið að sýna þrýstiaukningu sem líka mjög mikilvægt. Þær sýna þrýstiaukningu rétt fyrir gos og þá það náttúrulega hjálpar til muna því að leiðum menn eru komin með fleiri en einn þátt til þess að spá fyrir að eitthvað sé á leiðin til yfirborðs og þá erum við nú orðin öruggar í spánni En að öðrum kosti að þá geta svona skjálftahreinur eins og byrjuð á miðvikudaginn, það gætu endað í því að kvikan fer eitthvað aðeins úr hólfinu en kemur ekki upp á yfirborð. Það sem við köllum svona innskot eða kvikuhlaup eða hvað menn vilja kalla það
En það var nú eiginlega nokkuð ljóst í ljósi þess að það var búin að vera þessi buna af eldgosum að þegar hún fær að hreyfa sig þá kæmi hún til yfirborðs, sko. En þið hafið líka verið að gefa okkur svona ábendingar með það að eftir því sem að þessum atburðum fjölgar eða það sé gosum að þá þurfi meiri þrýsting undir niðri til þess að leiða til gos. Maður hefði einhvern veginn haldið þegar allt væri orðið sundur sprungið og tætt að það þyrfti í raun og veru minna átak upp úr hólfinu. Já, þetta hefur eiginlega, sko, reynslan af Kröflu sýndi þetta og það er náttúrulega fleiri svæði í heiminu sem sýna þetta, meðal annars á Hawaii. Og þetta getur nú verið af ýmsum ástæðum, sko, því að í fyrsta lagi til þess að koma kvikun upp þá þarftu að brjóta skorpuna og svo og skorpan brotnar náttúrulega því hún er komin á yfir spennu þol. En svo leið út búin að brjóta hana þá breytist spennuþolið, þá breytist kerfið í skorpinu sjálfur sem er að halda þessu öllu niðri, sko. Já. Og það virðist sem að þegar við erum búin að losa að þá þarf kvikan í rauninni meira átak til að koma sér upp heldur hún þurfti. Er þá komin meiri sveigjanleiki í Já, væntanlega það er meira þol, spennuþolið eykst og núna erum við náttúrulega búin að vera með þessa bunu í þarna Sundhnúkum og það eru svona komna vísbendingar það að þessar GPS-stöðvar sem við notum líka til þess að sjá þegar landið lyfti sér, að þær eru farin að lyfta sér vestan við eldvörpin og það þýðir að svona þetta er að færa sig hægt og rólega þangað sem það á að fara. Þetta er svona bara eðlilegt ferli því að þegar við rífum skorpuna þá rífum við hana semst á þessum flekamótum þá fer semst allt í gang og nú erum við að losa hérna Evrasíumegin og svo fer þetta út í eldvörp og svo endar þetta út á Reykjanestá. Jafnt og þétt. Já, bara hægt og rólega og svona við höldum að þessi tíma á þessu kerfi verði kannski 10-20 ár og svo þegar það er búið þá kannski fáum við ró í ykkur 40 ár og þá fara næstu kerfi í gang. Þegar þú ert að tala kerfin, hvaða kerfi er það þá sem er næstu 10-20 árin? Já, sko, þetta er eiginlega þannig að sko, flekamótin eða Reykjaneshryggur, hann kemur upp þarna á Reykjanestánni og teygir sig yfir Reykjanesið og svo er í rauninni mótvægið hengilskerfið sem kemur upp með henglinum og keyrir svo í gegnum Þingvallavatn og norður undir Langjökul. Og á milli í rauninni þessara tveggja þá er að þróast svona þvergengishreyfing og á meðan hún er að þróast að þá rifnar skorpan upp í svona sprungusveima og það eru sprungusveimarnir sem hleypa kvikunu upp því að við erum náttúrulega að mynda kviku undir þessu öllu, sko. Og það ertu þá að vísa í það að þessir sveimar að þeir teygi sig út á Reykjanestána og það svæði að á þessu bili verði þessi hreyfing næstu 20-40 ár? Já, þessi hreyfing sem við erum í núna verður þar semst bara hérna frá Fagradalsfjalli og yfir á Sandfellshæð. Og það er sem útilokar samt ekkert að Bláfjöllin og Krýsuvík og hengillin fari í gang. Og það er náttúrulega komnar vísbendingar í henglinum, þessi aukna jarðhitavirkni undir þjóðveginum. Hún er náttúrulega ekkert sjálfsögð að þessu jarðhitasvæði þarna hjá, hún er náttúrulega þarna vegna að það kerfi er líka farið að slaka á, sko, losun spennu. Aukin hiti í yfirborðinu. Já, þá er auðveldara fyrir gufuna og hitana að rísa til yfirborðs. Segðu mér út frá þessu gosi núna, þetta er sagt kröftugasta gosið í upphafi en þau hafa við áþekka það var að þau byrja með miklum hamagangi, mikilli framleiðslu en svo dregur hratt úr þeim. Hvernig svona í stærðarhlutvöllum frá upphafi gosinu á miðvikudag og til stöðuna núna eins og við erum bara að horfa á þetta í vefmyndavélum mbl.is, hvað er þetta í magni? Já, þetta er náttúrulega, það margfaldast svolítið magnið því að sko fyrstu gosin voru svona í upphafi eitthvað staðar í kringum 150-200 rúmmetrar á sekundu flæðið upp úr þeim og svo eykst það jafnt og þétt og þetta eldgos virðist hafa verið eitthvað staðar í kringum 1300 rúmmetrar á sekundu í byrjun sem er náttúrulega orðið ansi kröftugt en á móti kemur að þeimur kröftugra sem gosið þeimur hraðar sem við tökum kvikun út, þeimur fljótar við að lækka þrýstingi niðri
og loka fyrir aftur. Tappar hraðar af sér. Já, tappar hraðar af sér og sprungurnar þá bara lokast þær og þá þurfum við að hlaða aftur í byssuna ef við erum ekki búin. Sko. Og hvað magnið þá eins og núna þessum 3 dögum síðar? Eða 2 sólarhringum síðar? Sem að... Hvert magnið sem við erum að sjá koma upp úr jörðinni? Já, við erum núna í augnablikinu þarna þegar þetta byrjaði erum við eitthvað stærri kringu 1300, 1300 og núna erum við kannski komin í 20 til 30 rúmmetra á sekundu. Þetta fellur ansi hratt. Já. Og sem eðlilegt, ef við erum með svona mikið magn upp að þá þrýstingurinn tekinn svo fljótt af. Þetta eru 2-3% af upphafi? Já, eitthvað svoleiðis og svo bara minnkar þetta og þetta gos, þetta náttúrulega eins og síðasta gos, það var í rauninni mjög fljótt að taka af en svo bara hélst þarna einn partur þar sem sprungan breytir stefnu, sá hluti bara hélst opinn og þess vegna lag, bara í rauninni það lag þarna út og undir lokin var þetta kannski 1 rúmmetra á sekundu, kvikan bara rétt hafði það upp á yfirborð. Hverju spárum með þetta? Hvað megum við vænta þess að þetta malli lengi? Það erfitt að segja. Það miðað við það að þessi syðsti gígur virkur en þá og þá getur þetta dregist af langinn. Það lokast væntanlega þarna þetta fyrir norðanan núna á morgun eða hinn og síðan getur þessi syðsti gígur verið ansi lengi að bara eins og síðast. Það tók hann svolítið tíma að ná að loka sér. En með 10-12 rúmmetra magnið eins og þú ert að lýsa þig núna, stafar einhver ógn að þessu eða þetta þá komið í þannig jafnvægi að innviðirnir ráði vel við þetta, varnargarðar, raflínur og annað í þeim dúr? Já, í rauninni. Þetta alltaf hættulegast fyrst þegar kemur mikið magn. Núna í rauninni flæði svo lítið þannig að það við sjáum það upp í gígana og svo það bara í rásum undir skorpunni á hrauninu og það sem við sjáum kannski niður við Nesveg og á þessum stöðum bara þetta lyfti sér hægt og rólega og þegar magnið orðið svona lítið þá þurfum við ekki að hafa miklar áhyggjur af varnargörum eitthvað slíku, það getur eitthvað sullast yfir en megin hlutin af kvikun réttu megin við varnargarðin. Þó það kom einhverja smá spýjur yfir garðin, það ekkert sem að skipti einu máli, við erum ekki að fá neinn svona stór flóð sem að ráðast inn í bæinn en eitt slíkt. Hvernig leist þér á þetta á miðvikudaginn fyrst? Óttaðist þú að þetta gæti verið stærri atburður hvað varðar til dæmis Grindavík? Nei, í rauninni ekki. Það var, hitt gosið hafði gert það þannig að austan megin, það voru orðið svo, ef við tökum þarna austurhlutan í Grindavík, þá var orðið svo hátt við varnargarðana, mikið hraun, þannig að hraunið gat ekki farið neitt annað heldur en á milli fjalls og hrauns. Og í rauninni gerir það líka vestamegin, það fer í rauninni á milli fjalls og hrauns, þannig að það var ekki, að því að við vorum búin að hlaða svo mikið upp af öðru hrauni og búa til nýtt landslag, þá var nokkuð ljóst að hraunin myndi, hraunin fylgja náttúrulega fyrst og fremst landslaginu. Þannig að það var ekki, það var svo sem engin, nei, ég hafði ekki ágjörð því að það færi inn í Grindavík, en ég verður að segja að það kom mér náttúrulega tiltölulega óvart, þetta var náttúrulega svo mikið, svona öflugt gos, hvað það var fljótt að koma sér niður á Nesveg. Já. En það náttúrulega líka vegna þess að það svæði sem það hefur til að renna norðan við varnargarðana, það alltaf að þrengjast og þá fer hraunið í rásir og þegar það fer í rásir þá getur það verið fljótara. Nær meiri hraða? Já, og það kólnar minna þannig það rennur lengur. Var það meira þunnfljótandi heldur en áður? Nei, það er bara meira magn sem kemur upp. Það bara, þetta alveg, eftir því sem við sjáum að þá þetta bara sama kvika en það náttúrulega eitt af þessu svona skemmtilega sem við erum búin að fá í þessari seríu við erum búin að fá eldgos sem byrja hægt og vaxa í styrk þegar líða tekur á sem mjög óvinnulegt, það var Geldingadalagosið og svo núna erum við að sjá eldgos sem eru að vaxa í afli á milli hrina og þá sjáum við hvað gerist, ég meina ef við erum að taka svona mikið magn upp, hvað getur hraunið gert og núna fengum við bara ansi öflugt gos þegar við komum með flæði yfir 1000 rúmmetra á sekundu, það ansi vel í gert og þá erum við náttúrulega komið með svo mikið magn að kvikan getur runnið ansi hratt. Hún er náttúrulega ekki eins þunnfljótandi og vatn en hún samt svolítið þunnfljótandi þessi kvika
og ef við erum með nægilega mikið magna þá hún ansi fljót að fara yfir, sko. Var þetta kílómetra á klukkustund þarna í upphafi? Já, í sumum rásunum þetta sko rúmlega 10 metrar á sekundu og þegar maður segir 10 metrar á sekundu, hvað þýðir það? Það þýðir að sko 100 metrar hlaupari, hann fer 100 metrana á 9,1 sekundum, hraðasti maður en hann gerir það ekki nema bara í 10 sekundur. Þannig að Usain Bolt hefði komist undan til að byrja með? Já, ef hann hefði þurft bara að hlaupa 100 metra, en ef það hefði verið 200 metra þá hefði það nartað í hælan á honum væntanlega, sko. Já, það er geysilegur hraði. Þetta er nefnilega, já, sko í upphaf og næst stígunum mikill hraði, sko. En svo dregur fljótt úr því leið og það, sko, náið það ekki að setja sig í rás, þá getur dregið fljótt úr því, þá fer að dreifa flæðinu yfir svo stórt svæði. Já, fer meiri orka í það. Já, það fer náttúrulega þá bara minnkar flæðið bara á hraunjaðarinn, sko. En ef þú nærð að koma því í hraunrás, þá ertu að senda allt í tiltölulega mjóa lænu og þá náttúrulega bara eykst straumhraðinn og það kemst lengra út, sko. Það er merkilegt að fylgjast með þessum atburðum og þetta er nú eiginlega alltaf eins. Það byrjar að gjósa, þyrlan sett á loft, einhver frá háskólanum sendur með, svo koma menn úr vélinni eftir klukkutíma og þá geta menn, lagt nokkuð örugt mat á það hversu mikið magn að koma upp úr sprungunni á þeim tíma. Hvernig í ósköpunum fara menn að því að mæla þetta og slá tölu á þetta? Ég held sko að þannig nú menn sko kannski fyrst og fremst þetta reynslan, menn sjá sko samanburði fyrir að við erum náttúrulega sko náttúrufræðistofnun og landmælingar eru tiltölulega fljótir að fara upp með flugvél og taka myndir og kortleggja og þá sko það ekki fyrir heldur en það hefur átt sér stað að við höfum eitthvað sko að við höfum einhverja svona hugmynd hvað þetta stórt í rauninni. Og að því að við erum búin að vera með svona marga viðburði að þá náttúrulega þeir sem eru í þessu fyrsta flugi að þá hafa þeir viðmiðunina frá fyrri gosum og hver var niðurstaðan í þeim og þannig að í byrjun þetta náttúrulega svona bara educated guess eins og sagt sko. En vissulega getum við alveg gert betur og það er eins og með þyrlurnar, við erum með 3 þyrlur en við erum bara með eina sem er með góð staðsetningatæki sem er með, við þurfum svona myndavélar í þyrlurnar í rauninni sem geta gefið okkur nákvæmlega til staðsetningu á sprungunum, hvar hún, og sprungunar eru yfirleitt nokkrar að fá að vita hvar þær eru. Því að leið að byrjar að gjósa þá byrjum við að keyra þessi hraunflæði líkön, sjá hvert hraunni getur farið og þá í rauninni skiptir algjörlega höfuðmáli hvar sprungan hvort að það fer vestur fyrir eða austur fyrir eða suður fyrir eða norður fyrir. Og þetta er eiginlega kannski það sem hefur vantað helst því að eins og menn hafa verið að reyna að gera þetta þá að taka myndir úr þyrlinu og senda inn og svo einhver á skrifstofu eitthvað sem ætlar að reyna að staðsetja nákvæmlega út frá myndunum en það getur, slíka aðferðafræði er með stékkju upp á kannski 100 metra, 200 metra sem getur bara verið munur feigum og ófeigum sko. Upp á flæðið? Já, þegar þú ert að spá í hvert flæði fer. Þess vegna það væri mikill lakkur í því ef að Gæslan fengi svona tæki í alla þyrlunar. Þá eru bara leið og þyrlan komin í loftið og þá eru hnitin komin á sprungunum og þá getur hinn vinnan farið í gang hnökralaust sko. En þið eru að læra mjög mikið. Þetta tímabil að bara hafa áhrif á jarðfræði og eldfjalla þekkingu heimsins. Já, sjálfsögðu, sko, fram að þessu þá, sko, eldfjallafræðin hefur alltaf verið, sko, að kíkja á gömul eldgos, sjá hvað þau gerst og svo hérna seinni tíð þá verið að búa til svona einföld módel inn á rannsóknastofu og eins og getur ímyndaðir þar getum við náttúrulega ekki verið með kröftugt eldgos inn á þannig að það eru alls konar parametrar sem við erum ekki með, sem við erum að giska á. En þegar við fáum svona stór gos og hvert gosið á fætur öðru að þá tekst okkur að ná í alls konar hluti sem við höfðum ekki áður og þetta bætir módelin hjá okkur. Þetta bætir hugmyndunar sem við erum með eldgosinu hvernig þau ganga fyrir sig. Því að það er náttúrulega eins og við sem erum búin að vera í þessu sem lengst, við þekkjum náttúrulega fræðina bak við þetta og við vitum hvað menn eru búin að gera og allt saman.
Og þess vegna svo mikilvægt að þegar við erum á svæðinu þá sjáum við, býtu þetta ekki virkilega svona, þetta meira svona. Og þá breytist hugsun og þá getum við fara að breyta módelum og sem að skila sér í öllu, ekki bara í forvörnum, í tengslum við eldgosin, heldur líka þegar við förum út og skoðum gömul eldgos, sko. Jarðfræðiheimurinn að fylgjast með þessu? Já, alveg eldfjallaheimurinn gerir það, sko. Út allan heim? Alveg út allan heim, allir sem og það náttúrulega allir mjög spenntir og eins og þetta núna út á Skaga, það má nú eiginlega segja, sko, við erum ofboðslega heppin því að það held ég, ætla að séu ekki 3 erlendir háskólar sem með alveg haug af GPS og skjálftamælum hann úti. Og ef að það hefði ekki verið, þá hefðu við verið í miklu verri málum, sko, því að í rauninni Veðurstofan ekkert með svo marga mæla, en þeir fá náttúrulega aðgang að gögnum úr þessum mælitækjum sem það erlendar rannsóknarstofur bara fyrir ramleik sem að kortleggja þetta bara fyrir lukku í raun, sko, og við fáum náttúrulega aðgang í það og það bætir allar staðsetningar, mat á því hversu djúpt niður á kvikun og allt það, sko. En þessi atburður núna og það, hvernig við sjáum varnargarðana hafa haldið trekk í trekk, hægt að slá því föstu miða við þróun mála að Grindavíkurbæ sé borgið? Búið að draga öruggan hring bæinn þannig að hann lendi ekki undir hraun? Já, þetta náttúrulega orðið ansi gott, sko, en haldið þetta áfram þarna í Sundhnúkum og haldið þessi þróun áfram að það líður lengra á milli gosa og það meira magn þarna niðri og þrýstingurum meiri, þá náttúrulega verður þetta hættulegra og hættulegra, en sko móti kemur garðarnir voru byggðir svolítið norðarlega, þannig að það ennþá pláss fyrir innan garðana, ef að virkilega hraunið búin að fylla alveg upp að görðunum. Það kemur til greina að búa til Já, það þegar byrjað á því, sko, að gera, þannig að það alveg, sko, borð fyrir báru til þess að gera ennþá einhverja garða fyrir innan garðana. Og það svona kannski má ekki gleyma því að garðarnir gera tvennt, sko, þeir leiða hraunið í einhver aðra átt og þá einhver átt sem við veljum og þar sem við teljum að við geti tekið við svolítið miklu hrauni og svo hins vegar að þá skilja eftir mikið hraun réttu megin við garðana, sko. Þannig að eins og staðan núna, garðarnir fyrir norðan Grindavík, hraunið komið náttúrulega mjög nærri yfirborðinu á þeim, sko. Að ef þetta hraun hefði ekki verið stoppað þar, þá hefði það bara farið beint niður í bæ og gert óskundað þar, sko. Í fyrran? Hluta alveg klárlega. Og eins og í þessu gosi við hefum alveg örugglega, hefði ekki verið garðar, þá hefði farið hraun niður í bæ, alveg klárlega. Nú á kollegar þínir Haraldur Sigurðsson og Þorvaldur Þórðarsson, þeir hafa verið að velta vöngum yfir því hvort að við munum sjá atburðarásina í Sundhnúkum, bara líðum til lok, jafnvel núna með haustinu. Hægt að slá þessu föstu? Það kannski ekki hægt að slá þessu föstu, en það sem Haraldur og Grímur komu með bara mjög skynsamlegt. Við sjáum það á bara þessum mælingum hversu hratt kvikan safnast fyrir þarna niðri, að það að hægja á því. Við sjáum það bara, við skoðum þessi gröf, þá sjáum við hallatalinn alltaf minnka. Og það þýðir náttúrulega endanum stoppar þetta og við vitum náttúrulega þetta stoppar. Það alveg klárt. Og sko, ég held að þetta sé, sko, þetta bara ein aðferðafræði til þess að reyna að sjá fram í tíman og það svo sem ekkert ólíklegt að þetta klárist núna í júlí, ágúst, þarna í Sundhnúkum, en það ekki búið í Eldvörpum og það ekki búið á Reykjanestá, sko. Fer fókusinn þangað þá með haustinu? Já, ég myndi halda að það fókusinn fara þangað með haustinu, sko. Þetta verður fróðlegt og við fylgjumst með, allir liggja auðvitað á bænum það að bænum verði þyrmt þrátt fyrir alla þessa gríðarlegu eldvirkni. Ármann Höskuldsson, þakka þér fyrir að koma hér og upplýsa okkur stöðuna eins og hún blasir við okkur akkurat á þessum tímapunkti. Já, takk fyrir að bjóða mér bara. Þá eftir örskamma stund umræðan forsetakosningarnar sem eru handan við hornið, örstutt í að kjörstaðir opni. Þau verða hér Edda Hermannsdóttir, Sindri Sindrason og Andrés Jónsson. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Já, 10 ár. Hægt og rólega 1 ár í senn og engar áhyggjur. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
Jæja, það farið að styttast aldeilis í að fólk gangi að kjörborðinum. Núna innan við sólarhringur í að við hittumst á kjörstofunum vítt og breitt um landið. Við ætlum að fara hér aðeins yfir kosningabaráttuna sem hefur staðið linnulaust svo vikum skiptir og ég fengi hingað mjög góða gesti til þess að greina þessa stöðu frá öllum hliðum. Það er Edda Hermannsdóttir sem markaðsstjóri Íslandsbanka, Andrés Jónsson, framkvæmdastjóri Góðra samskipta og Sindri Sindrason, fjölmiðlamaður. Komið þið sæl og blessuð. Blessaður. Takk fyrir boðið. Já, bara mjög gott að fá ykkur hér í settið. Við bjóðum eiginlega aldrei þremur í settið nema mjög mikið liggi við. Síðast gerðist það hér daginn sem að Katrín Jakobsdóttir tilkynnt einmitt forsetaframboð. Þannig að þetta kannski rammar svolítið inn þessa baráttu. Ég veit að þið fylgist öll náið með kosningum, hverja sem þær eru, þingkosningar, sveitarstjórnarkosningar og tala nú ekki forsetakosningar. Ég vil byrja þér, Andrés, því að þú hefur nú oft verið ráðgjafi í málum sem að tengjast kosningum, en er það ekki núna? Hvernig finnst þér staðan vera núna þegar við erum alveg að því komin að fara að koma atkvæðunum í kjörkassan? Sko staðan er eiginlega einstök að því leyti í svona sögu svona kosninga. Það er eiginlega engin að það sé enginn komin einhver afgerandi frambjóðandi sem að svona sé komið með svolítið massafylgi og sömuleiðis kannski það verður enginn frambjóðandi í allri þessari baráttu verið með 50-60% einhverju tíðanpunkti eins og yfirleitt hefur verið. Eins og 2016. Eins og 2016. Þannig að þetta hefur verið, það hefur svona einkennt þessa baráttu, það er hvað þetta hefur jafnt og það gera nú líka síðasta daginn, þannig að núna allir að velta fyrir sér þessum taktísku möguleikum. Það sem ég kannski hefði áhyggjur af ef ég væri ráðgjafi sumra í þessari baráttu er það að sko, það eru kappræður voru í gær, bæði hjá ykkur og Stöð 2 og svo eru kappræður á RÚV í kvöld. En ég held að skoðanakannanir í þessa stöðu muni hafa mjög mótandi áhrif. En ég held að Gallup-könnunin í kvöld til dæmis, sem er svona síðasta könnun sem birtast, ef við teljum sem að ég held að geta alveg verið líklegt að slatta fólki muni færa sig yfir á þann sem er í öðru sæti sem styður ekki þann sem verður í fyrsta sæti í könnunum og það getur gerst á báða bóga, segjum svo að Katrín verði ekki í fyrsta sæti og Halla Tómasar mælist í fyrsta sæti og Katrín öðru, þá getur líka einhverju öðrum fært sig yfir á Katrínu, útiloka það ekki. Það verður kosið gegn fyrsta sætinu? Já, þú veist að ágefni kannski fyrir suma sem eru hvorki í fyrsta og öðru sætinu er að jafnvel standi sér vel í kappræðum í kvöld að þá muni taktikinn miðast ykkur skoðanakannanir ekki endilega framistu. En höfum við ekki séð það bara strax gerast núna eins og í könnunni hjá okkur og sem að prósent vann og síðan hjá Maskínu að það er að leka alltaf niður fylgið eins og hjá Baldri vegna þess að hann virðist ekki hafa verið svona hinn augljósi kandidat númer 2 í baráttunni gegn Katrínu. Nei, hann er svolítið langt síðan að hann mældist mjög sterkt framan af vel yfir 30% fylgi í þessum könnunum og síðan hefur hann meira minna verið að síga misrætt í þessum könnunum svo þú nefnir Maskínu og prósent þá fer hann held ég niður 3% og komin einhvers staðar kringu 12 Jón Gnarr er komin inn í 9 þannig að jú, það er hægt við það haldið áfram að leka af honum og þetta er svona virðist vera að það sé svona hinnar þrjár Halla Hrund, Halla Tómasar og Katrín sé að skilja sig frá og það er þetta bara þann af þeim hver verður númer 2. Edda, kemur þetta þér á óvart þar að segja hversu ofboðslega jafnt þetta er á milli þessara 3-4 helstu keppinauta? Já, ég viðurkenni það alveg að ég átti vona að þetta lægi ljósara fyrir þegar Katrín stígur fram. Mér fannst hún koma fram með það miklum krafti og mér fannst koma svo mikill meðbyr með henni en það kemur skemmtilega óvart hvað þetta er búið að vera mikið, hvað þetta er jafnt. Það gerir þetta rosalega skemmtilegt fyrir okkur hinn sem erum að horfa á að skoða þessar skoðanakannanir. Mér fannst gærdagur marka samt ákveðin tímamót að sjá sömu niðurstöður að þetta er að pínu að verða 2 turnar en þegar ég segja samt, þú veist, þetta er þetta 3 ennþá en Gallup munið mitt ráða svolítið þessum niðurstöðum í dag hvert fólk fer. Ég hef aldrei heyrt orðið taktík nota jafn oft neinstaðar og fólk að ræða þetta í raunverulega, á ég að kjósa það sem er í raunverulega langar eða það sem ég ætla bara móti því sem ég vil ekki. Og það er kannski líka svolítið áhört að sjá hvað fólk hefur sterkar skoðanir að vilja ekki fá einhverja. Það hefur líka verið svolítið hávær umræða. Er eðlilegt að menn kjósi gegn alveg eins og menn kjósi með eða á fólk einhvern veginn alltaf að fylgja hjartan og velja bara þann kandidat sem að það helst langar í? Já, ég hef mjög mörgar skemmtilegar umræður þetta því mér finnst það bara að vera lýðræði að ákveða að þú vilt líka kjósa móti, sko. Þú ræður hvernig atkvæðinu þínu hvert það fer og þó það sé gaman að kjósa hvað sem er, þá skilji mjög vel að fólk vilji hafa áhrif á það hver verður næsti forseti. Að þá ertu í rauninni bara komin í næsta ránd, bara ok, ég get valið hérna á milli þessara 3, að þá ætla ég mögulega að breyta atkvæðinu mínu. Ég finnst það bara mjög eðlilegt í lýðræði að það sé valmöguleiki.
Sindri, varst þú á þeirri skoðun þegar Katrín steig fram hér fyrir, ekki svo mörgum vikum síðan að þetta yrði bara einn hestur í kapphlaupinu, 40-50% og hún myndi sigla þessu heim eins og Guðni í raun gerði fyrir 8 árum síðan? Nei, og ég held heldur ekki að hún hafi haldið það sjálf, sko. Þú veist, það sko, í raun hafa þau öll gert nokkuð vel. Þú veist, Baldur kom fyrstu fram, eða svona einn af þeim fyrstu, og hann fekk strax alveg brjálæðislegt svona fylgi í raun. Vel yfir 30%. Vel yfir 30%, og svo kemur Hallar Hrund og svo kemur Katrín, svo kemur mögulega Hallar Tómas Sveinstein, ég man það ekki alveg, en þau hafa öll verið að gera mjög vel, sko. Hver það verður, það náttúrulega algjörlega ómögulegt að segja, en það víst að þetta ekki búið að vera leiðilegt. Þetta náttúrulega bara þvílíkt, svo ég noti nú gott íslenskt orð, variety of people. Okay. Þú veist, það eru bara allir í raun mjög frambærilegir og sama hver bara vinnur þetta, þú veist, af öllum þessum 6, þá held ég við séum ekki svikin með forseta. Þetta lúxusvandamál og ég aðeins fann að kvíða því hvað maður á að gera eftir helgina, hvað maður að fara að lesa og annað. Tala um, maður fara að hitta börnin sín loksins. Það hefur verið betra að bíða með eldgosið fram í næstu viku svo að menn getur sett fókusun eitthvað annað. Já, ég alveg glatað að fá eldgos núna og ekki það ég vil aldrei fá það. En sko, þetta bara málefni dagsins í dag, svo getum við bara tekið öðrum málefnum þegar framleiða stundir. Þetta truflar svolítið umræðuna sannarlega. Já, heldur betur. En hvað haldið þið til dæmis að þeim langar pínu að vera spyrill líka? Já, ég ætla að fara fram í kaffi. Tala fyrst bent í myndal. Já, en ég meina eins og, þú veist, finnst ykkur þau vera stressuð núna sem að þau voru kannski ekki algjörlega í byrjun af því að enginn var garanteraður næsti forseti Íslands. En núna, til dæmis í gær, bæði hjá ykkur og á Stöð 2, þá fann ég alveg fyrir svona, ég ætla að vinna þetta, ég ætla að taka þetta. Meiri tens, maður finnur að það meiri spenna í fólki. Það alveg augljóst. Og þeir, sérstaklega kannski hjá þeim sem eru að missa fylgi. Þú veist, það og eðlilega, kannski líka bara mikið keyrsla, það er þreytt, það mjög eðlilegt að sé þannig. Og mér finnst það líka bara umræðan síðustu viku hefur verið þannig. Hún orðin mjög heit og hún orðin tens og það sést eins og segir í þessum þáttum að þau eru aðeins fann að skjóta í hvort annað meira sem það var ekki, þau voru öll brosamiklir vinir fyrst til að byrja með og ég ekki að segja séu það ekki en það aðeins meira að vera að hjóla í hvort annað. En sækja menn fylgi í svona kappræður? Nú sjáum við að Halla Tómasdóttir fór á flug eftir fyrstu kappræðurnar hjá RÚV. Þetta vettvangur þar sem þú getur sótt fylgi með svona einhverjum afgerandi hætti? Það snýst þetta bara að taka höndina á sem flestum? Hvað segirðu það, Andrés, ef að þú værir að ráðleggja einhverju þeirra? Jú, rannsóknir Vestanhafs hafa sýnt það kemur ekkert í veg fyrir það, kemur ekkert í staðinn fyrir það að hitta fólk og taka hendina á því og biðja þeim að kjósa sig. Það svona sterkasta límið sem þú getur náð. Þetta hafði Halla bas af kjósundum, Halla Tómasdóttir, sem hún greiddi atkvæði sitt kannski 2016, og sem var kannski ekki búin að sjá hann almennilega fyrir en þarna á RÚV og hún kannski rifja upp fyrir þeim hvers vegna það kaus hana þá að einhverju leyti. 8 ára langur tími í pólitík. Já, og þannig að það er alveg eðlilegt að fólk hafi svona líka spurt sig, það er ekki algengt, ég held að fyrir utan Ástór þá hafa ekki margir reynt við þetta oftar en einu sinni, þannig að það kannski voru einhver með efasemdir líka það í upphafi en svo þegar það var svolítið að sjá alla hlið við hlið, þá kemur sér samanburður og mér finnst það alveg eðlilegt að þá hreyfist fylgi og það gerist náttúrulega í þessum kappræðum fyrst og fremst. Svo velti ég líka aðeins fyrir mér maður sér alveg endalaust af fólki vera að lýsa yfir stuðningi við einhvern frambjóðandan og við tókum eins aðeins umræðin á fréttastofun daginn bara skiptir þetta máli, þú veist að Jóhanna Sigurðardóttir ætlaði að kjósa Höllu Hrund eða Geir H. Haarde Höllu Hrund eða einhver annar Kötu eða annar Baldur, skiptir þetta máli? Skiptir það máli fyrir þig sem kjósanda að einhver sé að lýsa yfir stuðningi við einhvern annan? Haldið það skipti máli? Býr þetta ekki til einhverju svona smá stemningu? Er það ekki það? Þú veist, það verður svona pínu böss í kringum einhvern aðila. Þú veist, ég held sér meira það að þú verður að sjá hana og svo er það pínu þannig, þú veist hvernig þetta að þeir sem eru frægari, þeir líka, þú veist, fá meiri athygli og fólk man meira eftir þér. Þetta getur líka skemmt fyrir ef þeir mislíkar við þá mannesku sem að lýsa yfir stuðningi. Það var óvinnuðin sem var að fara að kjósa eitthvað. Þessi elítumræða, hún hefur þetta líka birst einmitt í ákveðinni neikvæðri umræðu gagnvart Katrínu, menn að telja upp alla embættismennina og ráðuneytisstjórana og fyrrum pólitík og svona ráðherrana og menn segja, er þetta ekki bara einhver sérstakur þjóðflokkur sem er að styðja þennan tiltekna kandidat? Þannig að einhverju leyti geta menn líka farið svona yfir strikið hvað þetta varðar, væntanlega ráða frambjóðendurnir ekkert við þetta sjálfir.
Nei, þetta er eðlilegt að, þú veist, það er náttúrulega þekkt í kosningum að svona tengja fólk við við stuðningsmenn sína og svona fyrir hvað þau eru að tala. Þarna eru þetta að bjóða sig fram sem einstaklingar og þeir hafa svona mismunandi bakgrunn, samt ekkert það ólíkan þegar ég heilt yfir. Ekkert frekar en Íslendingar almennt hafa ekkert sérstaklega ólíkan bakgrunn, nema kannski svona nýjar kynslóðir einhverju leyti, eða fólk sem er að bætast við þjóðina. En þessi, sko, mér finnst, var þessi elitu umræðu, að sko, mér finnst svona rosalega mikið ráðast í hvað afstöðu fólk tekur í þessu, er bara hvernig það styður. Hvað kjós, og fólk á svo erfitt með að aftengja sig og það er svo mannlegt, aftengja sig sínum skoðunum. Þannig að það tekur afstöðu til einhver svona hluta sem eru einhverju leyti bara empirískir, sko. Þú veist, það er bara staðreynd, líklega, og það var áhugavert kannski fyrir einhvern stjórnmálafræði nema að skoða bara opinberar yfirlýsingar sem hafa verið gefnar út í aðdraganda þessara kosninga og setja einhverja kvalifikason á það, hvað telst er opinber persóna í, þú veist, stóru embætti eða með eitthvað mikið á bak við sig. Og ég myndi segja, þú veist, 90% af þeim sem á opinberlega lýst stuðningi yfir eitthvað sem eru fallið þessa flokka virðast styðja Katrínu. Sama tími eru svona 70-75% þjóðarinnar sem að gefa sig upp á aðra kandidatar ekki að styðja hana. Þannig að þú veist, þetta er alveg sanngjarnt að segja, heyrðu, hún er uppáhaldsframbjóðandi þeirra sem eru þarna, en þetta er fullt alls konar fólk sem styður hana. Hún er ekkit endilega elita sem persóna, það er kannski ekkit fallegt að láta kalla fólk sem elitu, sko. Maður skilur að fólk bregðast í því. Það er hvað mjög neikvætt við þetta orð. Já, en þú veist, en þetta er samt alveg, finnst mér sko, bara option sem er eðlilega að koma fram í kosningum, en það er þessi viðbrögð að báða bóa og svona stuðningsmanna, sko, þegar einhver setur fram gagnrýni og svo gagnrýni svarað og þá er það líka, fólk er svo sárt báða megin og þetta verður svo persónulegt, sko, sem það á ekki verið. Maður þarf að minna sig á, heyrðu, maður er náttúrulega alltaf að grípa rökin sem henta manns heimsmynd og manns skoðum, sko. Og þannig að ef maður tekur það með í reikningi þá getur maður kannski aðeins gefið fólki breyk, sko. Þetta er ekki hrikaleg árás eða heldur hrikaleg vörn, sko. Við höfum bara fundið fyrir þessu fjölmiðlarnir þegar við höfum gengið á frambjóðendurna, alveg óhátt í hver það er, að það verður allt brjálaði stuðningsmannabúðunum og ásakanir annarleg sjónamið og annað í þeim dúr sem við höfum setið undir og reyndar haft gaman af að mestu leyti. En þetta hefur orðið mjög tilfinningaríkt, sérstaklega inn á þessu stuðningsmannasíðum á fésbókin. Og meðan ég held að í öllum þessum tilvikum með þessar erfiðu spurningar, þá held ég að þau hafa mögulega grætt að þau geta svarað þeim, sko. Af því þetta er eitthvað sem er í umræðinni og mögulega óþægilega spurningar og óþægilega umræða. Betra en hálfkvænavísur. Já, og þá var bara betra að fá þetta, sko. Og þau hafa gert það ágætlega, sko. En þannig er það líka bara með öll viðtöl sem að fjölmiðlar ráðast í að taka og skiptir engu máli, sko, ég meina þú tekur eitt viðtal og þessi hópur segir þvílíkt drottningaviðtal á meðan næsti segir bara, hvers konar árás og dónaskapur var þetta? Þú þekkir þetta? Já, mjög vel. Nei, en þannig er þetta bara alltaf og ég meina þú þekkir það og ég bara... Þannig að láta þetta snúast ykkur? Já, það er okkar sérgrein. Nei, og þannig er þetta líka þannig, ég meina maður er búin að taka alls konar morgunviðtöl við þessa forseta frambjóðendur og þú veist, ég finn þetta alveg, stuðningsmennirnir eru mögulegt, en mér fannst þetta nú óþarfa spurning og þetta kemur nú málinu bara alls ekkert við. En ég tek aðeins undir með Andrés að því að þessi hiti núna í vikunni að það birtist grein og það er gagnvart einu frambjóðanda og svo hjólaði á móti því og þetta verður aðeins mikið persónulegt. Og það kemur aðeins óvart að við sem fullari fólk bara getum ekki verið sammála bara þessi grein og augljóslega sett fram að því að þetta er stuðningsmaður einhvers annars að það komi líka heill her á móti og þurfi að setja mögulega aðeins manneskjuna niður, sko. Þarna eru svona maður greinir ákveðna skautun í þessu og Katrín Jakobsdóttir hefur sérstaklega talað það að forsetinn eigi að vinna gegn skautun og hún hefur verið nokkuð flink í því í pólitíkinni. Hún hefur verið miklu óumdeildari sem forsætisráðherra og formaður VG heldur en þetta flokkurinn sem hún fyrir. Þannig að hún hefur verið svona sameiningarafl á hennu pólitíska sviði. En svo þegar við skoðum kannanir núna og fólk er spurt hvern viltu síst fá sem forseta, að þá virðist miklu stærri hópur flykkja sér í þá hreyfingu gegn henni heldur en nokkrum öðrum kandidat. Spurningin hvernig tekst Katrín að verða sameiningarafl sem pólitískur formaður Vinstri grænna en síðan í raun og veru meira skautandi þegar hún kemur inn á þetta svið þar sem hún ætti eiga auðveldara með að vera hið öfuga, sko. En svo er alveg spurning hvort að það myndi ekki gleymast mjög fljótt ef og þegar hún verður forseti Íslands, hvort að við myndum ekki bara gleyma þessu. Gerist það ekki eiginlega alltaf? Ólafur Ragnar var strax bara nokkuð óumdeildur forseti. Nákvæmlega, og hún myndi augljóslega mjög vel ráða við þetta embætti. Og Vigdís með hennar kosningu á sínum tíma, með hvað hún varð, allir fóru með henni, sko, en eins og segir með Katrínu að það er
aðstæðan vegna verður þetta polarisering og mér finnst hún alveg hafa gert það mjög vel að svara fyrir það og eins og segir hún fólk kann vel við hana, hún ákveðin sameiningartákn en að því að aðstæður eru svona þá verður þetta polariserað. Það er sama hvað hún segir, það snýst eiginlega ekki hvað hún segir, það bara út af því að þetta svona ef við prófum þetta eftir 4 ár ef Bjarni Ben myndi fara úr forsætisstól og vill vera forseti, hvernig verður umræðan? Þetta eðlileg umræðan komið upp. En mér finnst hún hafa svarað vel fyrir þetta og mér finnst hún gera það mjög vandað að útskýra hvernig hún sér þetta og ég held að fólk alveg hrífist af því sem hún segir. En ég held að aðstæðurnar eru mjög erfiðar fyrir hana. En eins og með, því að við vorum að ræða hér svona þessa mögulegu taktísku kosningu, þar sem að menn kjósa ekki bara með heldur á móti líka. Hefur það áhrif að Katrín skuli mælast með svona mikla andstöðu? Við höfum verið að sjá tölur upp á 40% sem að vilja alls ekki fá hana. Er þetta ekki helsta ógnin við hana á kjördegi? Jú, maður velti því líka fyrir sig, sko, ef einhver einn myndi draga sig út, hvert færi þau atkvæði? Þú veist, er það automatist þannig að þau fara alls ekki á hana, heldur næsta? Heldur þetta sé möguleikin einhver muni stíga þetta skref? Er ekki bara... Úr þessu? Nei, ekki úr þessu. Nei. Það ekki eitthvað rökku upp af Guð forðið því saman. Já, bara rökkið þannig úr baráttunni. Magnaður möguleiki. En Andrés, hvernig metur þú það? Þá fer atkvæði á þann sem fyrstur að votta samúð og mættur á staðinn. Mér finnst þetta orðin óþægileg umræða. Já, nákvæmlega. Líka þetta góður frambjóðandi. En þessi, væntanlega eru þeir sem eru í þessum efstu sætum að hugsa hvernig geta þeir verið taktíski frambjóðandinn gegn þeim sem að skipar efsta sætið, annarkvort á Katrín eða önnur að hallan eins og staðinu núna? Já, ég held að við séum aðeins farin að sjá það í þessum hefðun frambjóðanda að þeir séu farnir að, mér fannst Halla kannski svara styttra og svona vera að taka minni áhættur í kappræðunum í gær. Halla Loga. Sagði ég Halla Tómasdóttir. Halla Tómasdóttir, já. Já, ætlaði að segja það ekki. Þetta er dálítið ruglandi. Þetta er dálítið ruglandi. Halla T og Halla H, ekki náttúrulega farið þangað. Þannig að það er svona greinlega komið bak við eyrað að reyna að vera frambjóðandi sem að allir geta fælt sig við. En varandi sko ef ég skýta hana með Katrínu að því að ég kom ekki inn á það, ég held að ef þessar óvinsældir hennar núna þær séu náttúrulega mjög mikið tengda því að hún var að leiða hana mjög óvinsæla ríkisstjórn og leiðir óvinsæla ráðherra í forsætisráðuneytið og það sé svona stemning hjá þjóðinni að senda ákveðin skilaboð gagnvart þessari, eða hjá þjóðinni, hjá ákveðnum hluta þjóðarinnar, ef ég leiðir til mig. Og það sé það svona kannski ekki endilega víst hún verði búin að ná að ef segjum hún vinni sem ákveðins líkur á að hún verði búin að ná þessari svona að auka vinsældir sína kannski meðan þessi ríkisstjórn er ennþá við völd. Það kemur óvart ef að það myndi ekki hafa einhver áhrif svona fyrir hluta eða það sem eftir á þessu kjörtímabili ríkisstjórnar. Hún fer frá völdum í síðasta lagi í september næsta ári, þannig að þetta eru þá rétt ár eða rétt rúmt ár. Já, ekki nema það sko, en ég held að eftir það, já, þá myndi nánast hver sem er líklega auka vinsældir sínar og sitja í 12 ár. Já. Hefði það verið ólíkt ef hún hefði komið seinna og boðið sig fram seinna, því hún hefur verið spurð svo oft að því? Ef hún hefði farið seinna inn í baráttuna? Nei, hefði bara boðið sig fram eftir 4 ár. Já, ég skil samt alveg hvernig hún hugsar að þessi tækifæri komi ekkert. Það kemur bara núna. Já. Er það ekki líka bara þannig að þú eiginlega ferð ekki upp á móti sitjandi forseti ef hann er að standa sig semi? Nei, þú veist, það er ekki hefð fyrir því. Það þarf eitthvað stórkostlegt að hafa gengið á. En hugsanlega mun það breytast, kannski það eina af því sem áhrifum þessara kosningabaráttu er það ef þetta verður svona jafnara og við sjáum líka þessar sveiflur. Að fólk hugsi, þetta er kannski bara alveg möguleiki. Ef að forseti verður kosin með innan við 30% atkvæða, þá er það auðvitað ekki sterkt umboð, hvað sem menn segja. Nei. En svo er líka bara svolítið merkilegt að horfa á það. Við erum öll einhvern veginn að kjósa sitt hvert forsetan. Þú veist, við greinilega horfum ekki á forsetaembættið með sömu augum. Ég meina aftur, bara þú ert með fræðimanninn, pólitíkusinn, þú veist, leikarann, þú ert með viðskiptakonuna, þú ert með fyrirsætunum, þú ert með alls konar. Við erum ekki að horfa á sama embættið. Við erum ekki að horfa á hlutina með sömu augum. En er það ekki að því að umræðan hefur verið út og suður eðli embættisins, menn tala bara, frambjóðendurnir tala embættið út frá mjög ólíkum sjónarhornum. Já, svona fyrir utan það að við erum öll að tala og þá detti pínlítið út þegar, þú veist, maður byrjar að horfa á þetta og einhvern veginn bara lýðræðið er mjög mikilvægt og mannréttindi. Já, ok,
þú veist, þetta bara augljóslega, það þannig, þú veist, það væri rosalegt og það væri fyrst fréttnæmt ef einhver segir bara, ég ekki hrifinn af lýðræði, mannréttindi eru mér ekki hugleikin. En það gaman að horfa á sko, hvernig forseta viljum eftir á hvað tímabili þjóðin þú veist, þegar Guðni var kosinn þá var ákveðin stemning fyrir manni eins og hann og ég ætla ekki að fara að tala sko, hvernig maður hann en þið vitið hvað ég á við að það ólíkt hvort maður þarf að horfa svolítið inn á við og svona sammenning og verður alþýðlegur og síðan núna finnst mér meira umræðu einhver svona langtímahugsjón, þú veist, hvað vill Ísland vera í alþjóðaheimi þú veist, og þau minnstu mörg vera að ræða það. Ásýnd okkar erlendis í heimi það sem stríð og það hryllingur í gangi, bara að þá finnst mér umræðu að vera á allt önnur stað en þegar hún var síðast. Svo ég heldur sem að fara að fá alltaf þessu forseta og ljósi hvernig svona bæði stemningin og líka bara hvernig alþjóðamálin Og þá þurfum við kannski líka bara svolítið að hugsa það sko í ljósi þess hver staðan í alþjóðamálum, hvað framundan og hvað mögulega gæti gerst. Hvers konar forseta við viljum. Algjörlega. Og við erum ekki að kjósa pólitíkus, við erum ekki að kjósa utanríkisstefnu, við erum að kjósa forseta. Nú eru 4 kandidatar sem að berjast þetta svona holt og bolt. Það bara einn karlmaður. Maður hefði haldið að hann myndi njóta góðs í því þegar fólk að svona spegla þetta, kalla það kona. En það eru 28 ár síðan að við vorum með konu í embættinu. Það að hafa áhrif? Krafan einhvern veginn? Mér fannst að vera nefnt svolítið fyrst af sumum að það verið komið tíma á konu. Og það alltaf nefnt í svona einhverju leyti þegar stóru embætti losna. En mér finnst það alveg hafa horfið úr umræðinni, þú veist. En það ekki bara af því það eru 3 konur að líðandi, sko. En það mætti, já, kannski einmitt að En ekki flestir að hugsa, sko, ég vil bara hæfistu manneskuna og ég meina þessir bara kandidatar sem eru þarna í efstu sætunum þarna af því að þau eru hæf, ekki af því að þau eru af einhverju kyni. Það ekki? Jú, og þú veist, það eru flottar konur þarna og þær eru þarna út af hæfileikum, sko. Ég sammála Andrés, þetta var meiri umræða fyrst, en ég held mögulega líka að þeir sem ræddu það eru minna að tala það af því það eru svo flottar konur þarna. Langfæstir sé að hugsa það. En mér finnst samt alveg valið umræða alltaf, þetta æðsta þjóðkjörna embætti, þetta og í rauninni eina svona einstaklis þjóðkjörna embætti, að það sé alveg valið að ræða, og jafnvel líka með samkynhneigða, sko, þú veist, þó við getum ekki, að það geti líka skipt máli, sko, að sýna að sé manneski, að hver sem geti orðið. En Baldur hefur auðvitað líka bara keyrt á því. Það ekkert alveg augljóst í henni opinberu umræðu að það hluti á kosningabaráttunni að segja nú ætlum við að brjóta blað með þessum hætti eins og við brjótum blað með Vigdísi 1980. Það var svolítið flott slagur fyrst mér, sko, fyrir hann. Það mjög margir að leita í svona svolítið hvað gerðist þegar Vigdís var kosin, sko. Þú veist að ásýndin hennar hjá einu frambjóðanda og þarna að brjóta glerþakið, það verið gert aftur. Svona þau horfa svolítið til þess hvað var gert þegar hún var kosin. Þegar Sigga Beinteins kemur með sleggjuna á stóru rúðuna, þeir á Kaja. Það mjög flott auglýsing. En stundum talað að fólk sé forsetalegt og ekki. Guðna hefur verið legið á hálsi fyrir að vera ekki mjög forsetalegur, svona sérstaklega í samhengi við konungarna og drottningarnar á Norðurlöndum sem að forsetin á mikið saman að sælda við. Ólafur Ragnar var klárlega mjög forsetalegur og þegar maður skoða myndir frá kosningabaráttu Vigdísar 1980 þá hún þjóðhöfðingjaleg alveg frá toppi til táar. Einhverjir kandidatar í þessu kjöri núna sem að skera sig úr hvað þetta varðar? Einhver í þessum hópi sem að svona alvöru forsetalegur? Sindri, þú ert allan daginn að byrja þarna. Ég er að hugsa, alls konar. Ég meina, þú veist, og bara þetta hefur ekkert með það að gera hvernig ég kýs. En ég meina, Halla mjög forsetaleg. Og svo bara þegar Halla hver? Já, nákvæmlega. Detti í sama. Ég meina, Halla Tómasdóttir mjög forsetaleg kona, finnst mér. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir bara í ljósi sögunar og allt sem hún hefur gert. Þú veist, hún það. Arnar mjög forsetalegur og svona tignalegur og nei, þau, sko, og svo eru þau öll bara aftur, bara rosalega frambærileg, sko. En svona þegar ég horfi á bara útlitslega séð, þá náttúrulega, mér finnst Halla mjög forsetaleg og hefur ekkert með það að gera hvernig ég kýs, sko. En heldur það hafi áhrif á afstöðu fólks? Já, ég meina, klæðnaður skiptir máli. Þú veist, bara hvernig þú kemur fram, hvernig þú talar og hún náttúrulega rosalega öflug, bara út af TED Talk og allt þetta, sko. En ég meina, þú veist, þau eru bara, já, mér finnst ekkert að vera þannig að ég get ekki hugsað mér þau. Þú veist, ég held öll myndi standa sig svakalega vel. Jón Gnarr náttúrulega ekkert endilega forsetalegur, en hann var heldur ekkert borgarstjóralegur. Þú veist, hann bara, og ég segi stundum reyndar með bæði Jón Gnarr og Baldur, ég vil bara ekki missa þessa tvo úr. Þú veist, Baldur svo frábær viðmælandi þegar kemur á stjórnmálum. Jón Gnarr svo trillingslega skemmtilegur, ég vil bara sjá hann í sjónvarpinu. Þú bara eigin hagsmunaseggur í þessu. Í raun. Erum við það ekki öll í þessu? Jú, erum við það ekki öll. Ég meina, en aftur, bara, þú veist,
Mér finnst þau bara öll frábær og þetta alveg hillilega leiðilegt svar og ég ætla bara að halda mig við það. Já, alveg óskemmilegt. Ég hugsa að við klippum þetta út bara. Andrés, þegar þú horfir á panelin, finnst þér svona einhver forseta element í einstaka frambjóðendum umfram aðra? Já, ég held það nú. Ég er að teka alveg undir það að Jón Gnarr kannski svona óvinnulegstur, þú veist, og yrði klárlega svona öðruvísi. Ég held að og svo kannski Baldur og Felix sem svona, þú veist, en mér finnst alveg gangu upp í samt hugmynd okkar Íslendinga. Er það kannski óvinnulegra út af við, metið svona alþjóðlega. Myndi ekki virkið í Rússlandi til dæmis í heimsókn hjá Putin? Ósennilega. Sem dæmi það sem hefur verið skert mannréttindi og meðal annars samkynhneigðra. En Halla Hrund hefur auðvitað svolítið svona spilað þessi stef. Vigdísar stefin, stuðningsmenn hennar hafa talað þannig. Hún var svona komin í glæsilega rauðadrakt í gær, þannig að það var ekki þessi, kannski til að svara þessu narratífi, hún ætti bara blá föt eða hefði farið í þau meðvitað eða eitthvað. En ég meina, klárlega, ég held að fólk hafi svona máta hana svolítið við einmitt, kannski Vigdísi og svona glæsileg ung kona, samt ekkert það ung. Ekki of ung? Nei, ég meina ekkert of ung til að bjóða sig fram til forseta, ég meina mörgum árum eldri en það þarf, sko. Þannig já, ég held að það sé og Halla auðvitað, já, hún er með þennan, þú veist, hún passar alveg í þessi föt og er á þessu alþjóðlega sviði og þú veist þannig hún rýmar inn í það, Halla Tómasar. Einmitt. En fólk hefur líka aðeins stressað sig upp, maður sér að fólk hefur aðeins breytt stíl. Já, þetta er ekki fattaskapurinn hennar Katrínar, sko. Er það nokkuð? Nei. Er það nokkuð, Edda? Nei, ég held ekki. Það er einhver ráðgjafar sem hjálpaði í öllum þessum tilfellum, Já, og eiginlega, þetta er örugglega það umdeildasta sem ég mun segja í þessum þætti. Það er ég ekki vissum. Já, ég kann svo vel við hana í fötunum sínum og bara í sínum stíl. Ég meina það er ástæðan fyrir því að ég held að fólk elskar Katrínu Jakobsdóttur, af því ég held að hún sé óumdeild manneskja þó hún sé umdeildur pólitíkur, sko. Umdeildur frambjóðandi. Jú, absolutt. En ég myndi bara vilja sjá hana í sínum fötum. Þú veist, ég meina það bara hermannajakki til dæmis. Já, bara trefillinn og allt þetta. Ég meina það er bara svo, ég meina hún er svo mikil, af því hún er prinsippmanneskja og hún lifir samkvæmt því sem hún segir. En hún er væntanlega ekki að klæða sig upp í þessi nýju dressnum að þau halda að það virki. Já. Er það nokkuð? Já, Nei, ég meina það og ég held að það virki. Þú vilt þú ert með ákveðna myndi og líka þurfti svona yfirlýstum sjónvarpsstúdíum, þú veist það sem allt sést, þá skiptir þetta máli að vera helst í eitthvað svona stílhreinu, þú veist ekki eitthvað svona sem að, þú veist. Nei, og ég er ekki að sjá hún eigi að vera með trefilinn hérna í pallborðinu, sko. Nei. En svo þegar þið farið út á land og þá eru þið allir í lópapeysunum og þú veist, það er svona... Og gönguskóm. Já, þá gönguskónum og svona. Það er Halla Hrund í elementinu sinni. En ég held að, sko, ég út frá svona markaðsmála mér finnst þetta mjög áhugavert hvernig svona ásýnd hefur spilar inn í þetta og ég held að þurfa að gera eitthvað stúdíu á þessu, þú veist, bara hvernig þau eru öll út frá bara litavali, fötum og öllu þessu, því eins og segir með Höllu Hrund, hún skýst rosalega hratt upp þegar hún kemur fram og það var, og ég er ekki að segja, sko, fólk hafði kynnst henni sem orkumálastjóra en hún var ekki búin að koma í það mörg viðtöl þegar hún komur í rosalega mikið fylgi en það var eitthvað við samt svona þessar líka ásýndarinnar sem að fólk held ég heillast líka af, þú veist, og sá hana fyrir sér best sá hana fyrir sér og bjó til þessa Vigdísar tengingu, þú veist svo að þetta það hversu mikið ásýnd spilar inn í þetta sannar það að það skiptir held ég ofboðslega miklu máli fyrir þau öll að vera að velta þessu fyrir sér. Og kannski grætur hún á því einmitt að vera bara með hvítt blað, þú veist. Það hefði enginn getað sagt þér hver væri orkumálastjóri, fullir ég. En vídeóið líka sem hún kynnti, það var fullt af þjóðerniskennd, músíkin, fánalitirnir og annað og það er reyndar eitt af því sem maður tekur eftir að eiginlega eini kandidatinn sem keyrir ekki á fánalitum og öðru slíku er Katrín Jakobsdóttir. Hún hefur verið með allt ásýnd baráttunar hefur verið öll miklu svona dempaðri, ljósgrænum, ljósbrúnum litum annað í þeim dúr. Ekki með þess að minna græna litin, er það ekki? Jó, já, maður hefur séð þetta á Instagram og Facebook og annað. Ég vissi ekki að vera með svona stílista umræðu. Ég hefði undirbúið mig meira. Og með okkur Sindra hér í sætinu. Nákvæmlega. Nei, það maður velti fyrir sér, er ekki forsetakosninga bara í grunni þannig að fólk vill bara keyra á fánalitunum og svona þessari þjóðerniskennd sem að við erum yfirleitt feimin við að flagga? Við viljum sjá hver stendur þarna fyrir utan og passar svona vel í húsið. Það er partur af ákvörðunni. En ég tek undir þetta, við erum mjög feimin við að flagga nákvæmlega þessu, sko. Það er ekki tísku. Nei. Og ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt, en er það ekki meira á meiri tísku? Ég er svona skynja smá straum og meðan birtast í þessum kosningum að
að þú veist, Arnar Þór, Halla Hrund hafa svona verið meira að tala allt landið og þú veist, og Þetta var algjört standa verið með auðlindir og svona, sko, já, þú veist, það hefði ekki gengið þá, af því þá var líka þótti hafa gengið of langt. En svo það með hörkuna í umræðunni, það ætla alltaf koll að keyra hér út af geysilega löngum og, dálítið undarlegum pistli Auðar Jónsdóttur, þar sem að hún fór af miklu hörku í Katrínu Jakobsdóttur, sakaði hana elitisma og var voru dálítið groddaleg skrif en ekki þau einu sem við sáum á þessar áttinni. En svo sér maður að fólkið sem að baki Katrínu eða styðurna, það hefur brugðist við af fádæma hörku líka, hvort sem það Ragnar Kjartansson eða aðrir. Hefur þetta verið ógeðfelld barátta eða þetta allt innan svona hefðbundinna marka? Sko, mér finnst að ég ætti að gefa bara fólki ráð að það ekki gott að sko, það finnst öllum að sér vegið, sko, þeir eru gagnrýndir eða þeirra uppáhalds eða þeirri vinur gagnrýndur og það finnst engu þú svo umræða sanngjöld, sko, þetta öll gagnrýni ósanngjöld. En veist, þetta í eðli sínu þannig ferli að vinuðinn eða sá sem hún styður að bjóða upp á það að vera gagnrýndur og fara í gegnum þetta kosningaferli og það ekki gott lúk, ef við viljum vera að sletta, að fara fram sko heilari vandlætingu í sama hvað átt það yfir einhverju sem ekki sammálaðir, sko. Þú veist, eða yfir einhverju, þú veist, má ég ekki bara styðja mína manneskju, þó að ég sé þessi eða hinn. Skilur, það ekki stjórnarskrárbundur réttu minn og hennar, þetta svona að gera sjálfan sig umfjöllunarefni, sko. Þú veist, alveg svo að skjóta okkur hérna áðan fyrir að þeir voru svona komnir kortir í þetta fyrir tveir. Alltaf stutt í þetta. Og auðvitað, þú veist, ég get tekið hérna ræði fyrir hönd almannatengla eða þetta fyrir hönd markastjóra og svo framvegis, sko. Það yfirleitt ekki, fer ekki vel á því að vera stíga inn að það, sko. Af því maður alltaf sjálfur aðeins skakkur, maður gleymir aðeins ég alveg í svolítið sérstakri stöðu, sko, þú veist, Menn verða bara að kyngja því að fólk sé ósammálaðir eða fari á móti þínum kandidati. Já, ef þetta skrifir kannski groddaleg þá bara verður að hugsa að þetta dæmi sig þá sjálft, sko, ef þú getur verið ósammálaði. En ég held að þú veist að horfa á þetta ekki, það ágætis afþreyingarefni að lesa þessa pistla og ég alveg lúms gaman af þessu, en ég held að það sé enginn að græða þeim samt. Að hafa þessar árásir einmitt ekki bara fallar ekki dauða niður eða jafnvel hagnast eða getur gagnast Höllu Tómasdóttur eins og gagnast henni þegar Davíð Oddsson og stuðningsmenn Guðna TH tókust á hérna 2016 að þá svona skynja maður aðeins það að hún hefði svona siglt, Halla Tómasdóttir hefði svona siglt svolítið undir radar í þeim kosningum og sigldi svo upp hérna bara á kjördag. Ég taka svolítið sömu hallatölu núna. Já, og það með lengra tilhlaupi reyndar. Og ég hef heyrt það sjónarmið, sko, að hún sé það fara aðra kosningarnar í sko röð án þess að fá þennan hita sem að kannski Halla Hrund og Katrín hafa verið að fá. Já, sem að toppmaðurinn fær alltaf á sig. Já, svona, ekki bara ég tala um einhverja erfiðar spurningar í kappræðum, skilur, þau þurfa öll að fá erfiðar spurningar í kappræðum og fara í gegnum svolítið sömu viðtölin, en það maður finnur það þegar einhver efstur, þeir að fara að vinna og það eru slatta fólki sem bara, mér líst alls ekki þessa mannsku, hún á ekki að fara á bestastæði, hann á ekki að fara á bestastæði, nei, please, einhvern annan. Þá hækkar hitastig og það verður alltaf rosalega mikið að sögu sem maður heyri, bara hárgreiðslukonan, það sko systir hárgreiðslukonunnar sem var að vitna þessu, skiljið, það aldrei lengra. Alltaf bara, sko, það var systir mín, hún var þarna. Þegar þessi trilltist eða þessi brjálaðist eða þessi var vondu börnin sín eða eitthvað, skiljið. Það enginn að ráðast Ástóri eða Ástísi, sko. Ástísi á, nei. Þannig að maður svona spurning hvort að Halla sé svolítið að sleppa við þessa trakteringar sem að þjóðin gefur yfir þeim sem fremstur í konunum. Og svo mega náttúrulega ekki sko frambjóðendur og ekki heldur stuðningsmenn þeirra vera eitthvað fúlir yfir því að frambjóðendur sé að fá ákveðnar spurningar á sig. Þetta þú veist, það bara eitt svona starf. Þú ert bara annarkvort forseti eða ekki og það engin annar forseti í Íslands. Þetta risadjobb og þú veist, það ekkert óeðlilegt að við fáum bara næstu að vita allt um þetta fólk. Ekki af því að við erum að dæma það, heldur af því að við ætlum að ákveða hvort við viljum þessa mannesku í þetta starf. Þú hefur nú reynt að með að fara heim til þeirra og spyrja þau svolítið þar. Kíkin í skápana og í skúfurnar. Jú, nákvæmlega, þetta bara að vita hvað ég Hvað var það athyglisvert sem þú sást í skúfunum? Nei, ég bara get ekki sagt það, sko. Nei, en það segir náttúrulega rosalega mikið manneskuna
hvernig hún býr. Og fólk hefur oft gagnrýnt mig fyrir að fara inn í ískáp hjá fólki, en það líka bara segir rosalega mikið um þig, hvað inn í ískápnu þínum, sko. En ég er ekki að fara að bjóða reyndar ekki þarna. Helmingurinn sem í ískapnum mínum óætt fyrir og ég veit að bara kampaðinni þínum. Sindri er búin að vera svona almennlegur að rósa öllum, þá verður maður samt að segja, því að þetta byrjaði þessu upp barátta, þá átti maður ekki vonandi að yrði svona skemmtilegt með svona mörgum heldur. Bara að yrði alveg að horfa á heilu þættina með öllum. Nú langar maður bara eiginlega að sjá alla, því þau eru öll svo skemmtileg og meistaradeildin þarna og þú veist, bara þau eru öll með setja svona sitt flavor á þetta. Að ég er alveg spennt að fylgjast með í kvöld og svona, þú veist, umræðinni núna áfram að sjá líka alla hina, sko. Ég ætla að hlífa ykkur við því að spyrja ykkur hvað þið ætla að kjósa. En ég ætla samt sem áður að leggja fyrir ykkur erfiða spurningu sem þið komist ekki hjá að svara. Hún er svo, hvernig haldið þetta fari, óháð því hvernig styðið? Hver er spáin fyrir morgundaginn, annað kvöld? Og ég byrja okkur með öðrum með þessi? Já, byrja á þetta. Já, við langar ekki til að svara þessu, en ég held þetta verði þessar tvær konur, Halla og Katrín, sem að verði Halla Tómasdóttir og Katrín, og nú er ég bara byggið á þessum gögnum sem liggja fyrir, svo ég komi alla fyrirvara. Og ég held að þetta verði rosalega tæft, en ég held að Halla Tómasdóttir muni mögulega taka þetta á loka metrum. Merja þetta? Já. Andrés? En eins og segi, þetta er lúxusval hjá okkur. Jú, Þið hljómið svo jarðfræðingurinn sem að ég er með í viðtali í dag. Nei, mér finnst langar mest að líkur á því að Katrín vinni, bara með að ég held að þessi könnun félagsritastofnunar gæti verið nokkur nærri lagi stöðuna. Það virðist vera einhver skekkja í þýðinu, einhver staðar í þessum könnunum, og svona bara með það kannski að félagsritastofnun hefur svona vigta meira þess að fyrst mér nær því sem eru kosningaúrslit. En Gallup mun held ég líka bæði ráðursins, ég sagði þetta kannski upphafi, að hafa áhrif á það hvernig taktíska atkvæði lendir. Ég myndi segja mesta líkur á að Katrín vinni, kannski Halla T í öðru og Halla Hrund í þriðja. Og svo, þú veist, sjónvarp er svo ótrúlega sterkt og það verður með áhorfi sem hefur á þessa þætti alla og allar þessar kappræður. Þá held ég að það verði mikið áhorf í kvöld. Það er reyndar útskriftarveislur hjá einhverjum, en þar verður örugglega áhorfspartí. Þannig að ef einhver á eitthvað bara svona algjört gullið augnablik af þessum þremur, þá held ég að það geti lyftið viðkomandi ráðúrslitum. Já, sammála. Heldurðu að af því að þú ert náttúrulega í þessum gera, heldurðu að bara setning gæti orðið til þess að einhver segir bara, ég ætla að kjósa þig, en ég get ekki kosið þig núna. Og þá er ég ekki að tala um að fólk myndi segja eitthvað hryllilegt, heldur bara eitthvað svona sem stuðar. Já, þetta er aðalega ekkert endilega kannski hvað setningin er, heldur hvað þetta svona augnablikið hvernig þú tókst við, eða kom eitthvað svona, sást eitthvað svona innri maður eða eitthvað sem vildir ekki sýna. Og þetta er hvernig þú bregst við, sjónvarpið svo afhjúpandi. Já. Bara augnaráð. Já, það er nánast, sko. Ég sé hvað þú ert að reyna að gera, Sindri, þú ert að reyna að komast hjá því hvernig þetta fer, hvernig spáru? Ég get alveg, sko, ég held, og af því að ég trúi því að það skipta engu máli hvað einhver segir, ekki frekar en þegar ég er að lesa einhvern veginn bara þessi ætlar að kjósa þennan. Ég held að það hefur engin áhrif á mig. En og ég held að við séum flest þannig. En mér finnst ekkert ólíklegt að Katrín Jakobsdóttir vinni þetta og Halla T verði númer 2. Og Baldur og Halla Hrund í 3. sæti, þannig að þetta er náttúrulega enga fréttir fyrir neinum. Ég held nefnilega að einhverju leyti að þegar allir þessir sem eru óákveðnir og mér finnst þeir stór hópur, þegar þeir koma inn í kjörklefan að þá eru þeir einhvern veginn, ég veit það ekki, hún myndi gera þetta vel. Er ekki bara best að kjósa Framsókn eins og eitthvað sagði? Þetta er pínu þannig. Þannig að ég held bara að þú veist, hún er... Það er þá Halla Hrund. Með við landsbyggðina. Já, þá væri það hún reyndar. En mér finnst það ekkert ólíklegt að fólk hugsi þannig af því að, þú veist, hvað sem má segja hana, hvað þér finnst hana í pólitíki gegnum tíðina, þá er hún náttúrulega yfirbörðað manneskja. Ég meina, hún stendur sig brjálæðislega vel og er óumdeild og hún laðar að sig fólk á opinberum vettvangi og bara er með þetta. Hún er bara með þennan X-faktor. En aftur, þó það væri Hallar, skilurðu, Tómas, Hrund, Baldur, ég verð bara að koma skilurðu, þá var ég sáttur. Þetta kemur allt í ljós. Sindri Sindrason, Andrés Jónsson og Edda Hermannsdóttir, þakka kærlega fyrir þetta maraþonspjall forsetakosningarnar. Takk. Þá fer alveg að koma að þessu. Kjörstaðarnir opna klukkan 10 fyrramálið. Ég hveti ykkur öll til að mæta á staðinn og auðvitað með skilríkin með ykkur og svo munum við fylgjast náið með framvindu mála hér á mbl.is og svo í Morgunblaðinu á mánudaginn. Sjáumst heil að viku liðinni.